Þetta töluðum síðast. Örstutt söguágrip, æfingar, notkun á MATLAB og 5 preset-skipuninni. Þá geta skrifa niður þennan kóða. Við notum mikið úr afklísku, rúmfræðinni. Nokkur orðin dett og dott. Þetta eitthvað sem ég gerir ráð fyrir að fólk kunni síðan. Maður skrifar þetta þá bara upp nokkur sinni. Við bættum við hér einu síðast. Í mörgum bókum þetta skrifað svona. Þessi ákveða sem gangitekinn vígur. Við verum með þrívídd. Tveimur vígurum A og B. A1, A2, A3. Þetta er vígurinn A. Ef ekki getið hverju liðin þeir eru, þá eru þeir annaðhvort svona eða XA, IA og ZA. Og B er þá svona, B1, B2, B3. Og þetta er formúlan. Það er nákvæmlega þetta hérna sem gerist. Ég sá það í arkatangansverkefninu með því að breyta skilgreiningu á herslu og losun. En sumir skrifa þetta svona. Við viljum hafa að sé það. I, J, K, A1, A2, A3, B1, B2, B3 og það verður að gefa náttúrulega sömu niðurstöðu af því þetta eru minnisreglur. Og hvernig eigum við að lesa þetta? Það sem stendur við I, munum að I köllum við E1, J köllum við E2, K er líka einingavígur, þannig kallaður E3, þessi hérna I, er þessi vígur hér, E1, 0, 0 í þrívíddinni og J er þessi vígur hér, 0, 1, 0. Þetta er svo kallaður náttúrulegi grunnurinn í þrívídd, 0, 0, 1. Og þetta köllum við líka E1, annarkvort með hatti eða ekki, það er bara smekksatriði, E2 og þessi væri þá E3, svona. Og ef við notum þessa hérna formúlu, þá er að lesa svona úr henni, það sem stendur við I, eða 1, 0, 0, það er þessi ákveða. Þetta er ekkert af þessu. Og það getum að skrifa ákveðina niður, og hún er tvívídd, eða kemur úr tvívíddinni. Það er þá A2, B2, A3, B3. Þetta var B3. Og þetta, svo tökum við krossinn. A2, B3, B2, A3 og það verður að passa. A2, B3 mínus A3, B2. Svona. Og sá sem bjó þetta til, vildi stilla þessu svona, það verður mínus hér. Það er alveg ástæða fyrir því. Og hér er þá það sem stendur við J og þá heldur maður fyrir þetta og skrifa A1, B1, A3, B3, A1, B1, A3, B3 og svo síðast þess að stendur við E3 eða K, það er þá þessi og þessi tveir vírar. Höldum fyrir þetta og sjáum við ákveðuna hér, hún er tvívídd og það er þetta sem gerist alltaf eftir því sem við förum í hærri og hærri víddir. Þá fáum við ákveður með rakningu úr lægri víddum. Þannig að hér er að skrifa A1, B1, þessi og þessi, A2, B2. A2, B2 og minnisreglan ætti að vera sú að hér er einhver ásar í fyrstu víddinni, hér er einhver tvistar í annarri vídd og hér er einhver þristar í fótvísum í þriðju víddinni. Ef við notum hins vegar þessa hérna beint, þá horfi ég á þetta svona. Ég skrifa A1, B1, A2, B2, A3, B3. Það er kannski vegna þess að maður notar þetta eða stillir svona upp í forritun. Svo kemur bara aftur A1, B1, A2, B3, strókar út á nefsta og svo reiknar maður krossana. Horfir á þetta svona. Þetta er svona eitthvað sem maður setur bara á blað hjá sér. Og ef maður les úr krossunum í víddum, þá kemur þessi í fyrstu vídd, þessi aðra vídd og þessi í þriðju vídd og þá lesum við beint. Við getum líka að skrifa það svona ef við viljum með I, J og K, það er að segja með náttúrulega grunninum, eða skrifa þetta bara beint inn í þrívíðan vígur og þá fáum við A2, B3, A3, B2. Það er mínus þegar maður rennir í þessa átt. Þetta er jákvætt og þetta er neikvætt.
og við höfum hér þá A2B3 mínus A3B2. Nákvæmlega sama þetta. Við tökum næsta renning, þessi og þessi, þá það A3B1, A3B1 mínus A1B3. Engin tvistur í annarri vitt. Og svo lokum síðasta renningin A1B3. Það má ekki vera. Ég skrifa vitlaust. Það er tvistur hér. Það er engin þristur í þriðju vitt í milli ákveðanum. 2 mínus A2B3. Hvora aðferðinu sem við ætlum að nota? Þetta eru bara minnisreglur. Þá þurfum við að tilekka okkur það. Annars þurfum við að gera eins og í arkatangasverkefninu að við þurfum að vinna allt út frá, ef við kunnum ekki minnisreglurnar eða höfum ekki minnisreglurnar, þá þurfum við alltaf að reikna út frá skilgreiningunni. Það er að segja A er A1 sinnum E1 pluss ykkur annar liður E2 pluss A3 E3 og krossfalda það við B1 E1 pluss B2 E2 pluss B3 E3. Allt þetta sem ég er að gera er jafngilt. Og hér notum við það að við krossum E1 við E1, þá fáum við 0 yfir 1. Þannig við liðina 0, 0, 0. Ef við krossum E1 við E2, þá fáum við samkvæmt hægri handareglu E3. Þannig E1, E2 og E3. Samkvæmt reglum og skrúgang. Ef við krossum þessa hérna 2 saman, þá fáum við þennan. Og ef við gerum þetta, þá erum við að fá nákvæmlega þetta hérna út. Þá er það komið og við ætlum þá að hjálpa staðins að stað með æfingu 5, þá ekki að skila henni, en við ætlum að sjá hvernig við getum leyst þetta. Skoðum saman æfingu 5. Hér er þetta gefið, æfingur af þessari gerð hér. Þá eigum við að vita að hann er þrívíður dálkvíður. Hann hefur liðina A1, A2, A3 eða XA, YA, ZA. Og þá hugsa maður hann einhvern veginn svona. Hér er einhver punktur A, hér er O og A er stöðuvígur þessa punkts. Og þetta er X-ásinn og þetta er Y-ásinn og þetta er Z-ásinn. En við höfum að hafa þessa reglu svo litið í beinunum að ef við krossum A við A, krossum A við sjálfa sig, þá getur hann ekki sópað upp neitt rúmmál. Hann spannar ekki neitt flöt. Og þá er ekki annað heldur en að reikna og nú notið bara hvora aðferðina sem ykkur líka betur við. Við reiknum bara að sýna að A kross A verði 0, 0, 0. Og ef við notum naglaformúla aðferðina, þá myndum við stilla hann svona upp. Þá tekið þetta vígur A1, A2, A3, A1, A2, A3. Þessar minnisreglu hér bætum við A1, A2, A1, A2 og þá getum við reikna beint. Þessu er ekki með. Tökum þennan kross fyrst. Það verður þá A3 mínus í formúlu A3, A2. Þessi er búinn. Fyrsti kross. Næsti A3, A1 mínus A1, A3. Og síðasti krossin A1, A2 mínus A2, A1. Og svo reiknum við í hverju vitt. Þetta er sama talan. Margföldun. Þetta er bara venjuleg margföldun í hverju lið. Eða víxlin, þetta er allt sömu tölurnar. Þannig að þetta svona dettur út. En ef við notum hina, þá skrifum við I, J, K, A1, A2, A3, A1, A2, A3. Önnur leið til að gera það saman. I mínus í formúlu, J og svo pluss K og röðum svo inn. Það sem ég á að setja hér má ekki koma hérðan. Fyrsta dálk og þessa línu, þannig það verður A2, A3, skrifa bara dálkana, A2, A2, A3, A3. A2, A2, A3, A3. Þetta er augljóslega 0. Og svo röðum við í þessa ákveður stendur J, þá
þá höfum við, það má ekki vera þessi, þá séum við þessi og þessi. A1, A1, A3, A3. A1, A1, A3, A3. Og þetta greinilega 0. Og svo síðasti, þá má við ekki taka þessa. Þá skrifa A1, A1, A2, A2. A1, A1, A2, A2. Og svo þegar við tökum krossin hér, þá fáum við 0. Þannig að þetta 0 I. Skrif núna hvað I bara svona til þess að rifja upp allar reglur. Þetta 0 sinnum 1, 0, 0. Mínus 0 sinnum 0, 1, 0. Plus 0 sinnum 0, 0, 1. Margföldum inn í vigur og fáum 0, 0, 0. Mínus 0, 0, 0. Plus 0, 0, 0. Og þetta vigurinn 0, 0, 0 sem táknað með 0 í þrívídd. Og ennþá betra, þetta 0-lið í þessu kerfi, í þessu vigurrúmi. Við kalla núna vigurrúm eða vector space. Við ætlum bara svona rétt að negla þessa hluti. Og svo ætlum að gera núna að leysa jöfnuhneppi og þá gott að vera búin að sanna þessa reglu fyrir sér. Við búum þessa víra til, fyrst alla, B kross C, A kross B, C kross A og svo einföldum við. Þetta eru 3 tilvík sem við þarfum að sýna og við ætlum að sjá að þetta verður allt eins. Þetta verður allt sama talan. Hérna vorum við að skoða eitthvað svipað og það mikilvægt fyrir okkur að vita það vegna þess að þetta verður nákvæmlega ákveða fylkis og lýsir rúmmáli. Og þetta minnisreglan einhvern veginn sú að við byrjum með þess að hér að það hjálpar okkur að skilja ákveðuregluna síðan mér. Það eins og við getum tekið séð, fært hérna fram fyrir og A kross B færist bara til hliðar, svona eins og að fara fremstur í röð. Og svo getum við tekið B, fært það hérna fram fyrir og C færist hérna í krossin. Og hvað þetta A? A þetta fylki. Það hefur 3 dálkvíra A, B og C. Og við setjum stundum þessi strik á þess að minna á að þetta eru dálkvírar. En þá sjáum við líka út frá þessari hérna reglu. Það mætti að hjálpa okkur að sjá síðan mér að við megum alveg færa þegar við þurfum að vinna með ákveður séð fremst í fylkið A og færa svo hina eitt til hægri. Þannig að við megum færa alltaf þann aftasta fremst og hliðra hinum með eitt til hægri. Það er fyrsta reglan sem við höfum með fylki. Og ákveður alltaf því að sé. Nú, allt í lagi. Það sem þetta tengist rúmmáli, það verður að vera eitthvað svona lögmál. Og hér þá fyrsta aðferðin sem að flestir sjálfsagt læra. Þurfum að finna skurðpunkttekja lína. Og ef þetta nú kerfi, eða jöfnuhneppi eins og það kallast stundum, þá eigum við að finna hvað línur skýrast. Og við getum hugsað þessa línur eins og við viljum. Ef við hugsaum þetta þannig þetta epsilon jafnt á 2 mínus x og það allt í lagi. Þá sjáum við það og hér sjáum við tvistinn með því að setja x jafnt á 0 inn og þá 2. En ef við setjum epsilon jafnt á 0 inn og fáum x 2 og svo gerum við bara eins og Evklíð sagði að milli 2 punkta getum við dregið beina línu. Og þessi ennþá þægilegri. X alltaf sama á y ef við færum til dæmis í og hægri hlið þannig að við getum bara valið 2, 2, 1, 1, 0, 0 og aðra grófapunktum. Sem við getum dregið strik á milli og fremlengta vind. En við höfum ákveðið að finna hvað það skerast. Með innsetningaraðferð þá getum við bara hreinlega sett epsilon jafnt á x inn í efri jöfnunni. Og þá verður komið með 2x 2 í efri jöfnunni. Það þýðir x 1. Og ef x 1 þá verður y að vera 1 af því þetta það sama. Þá höfum við skurðpunktinn. En nú ætlum við að fara í línulega algebru. Þá þurfum við og viljum við hugsa þetta á eins annan hátt. Það var að stróka þetta út og fæ ég töfluna aftur. Maður leysa þessar 2 jöfnur saman og svona til þess að venja okkur við þá að í staðinn fyrir x er venja að skrifa x1 og staðinn fyrir y þá x2 vegna þess að við höfum ákveð á þessum vikri. Bara x, hann við liðina x1, x2 og hvernig hlutur þetta? Þetta tvívíður vígur. Þetta eru 2 línur og 1 dálkur. Þetta sem sagt vígur. Og með því að horfa á þetta svona,
að sjá að við getum alveg slitið á þetta sem eitt kerfi. Það sé að lítum á þetta sem vígurinn 1, 1 sem er skalaður til með tölunni 1, x1 og svo tökum við stöðlana sem standa við x2, þá við 1 og mínus 1 og svo þarf að toga í hann. Útkoman verður þá 2, 0. Nú erum við búin að rígbinda þetta jöfnunheppi. Það er bara eitt jafnaðarmerki hér, þetta er eins og summa tveggja hluta. Og nú er fræðilega túlkunin allt öðruvísi. Þetta er á forminu einhver vígur sem er skalaður til og einhver annar vígur sem er skalaður til og hér er einhver útkomavígur. Þannig að það sem við höfum núna er þessi vígur hér. Við getum bara skrifað stöðuvígur hans, 1 til hægri, 1 upp. Hann lítur svona út. A1, 1 til hægri, 1 upp og A2, hann er 1 til hægri, 1 niður. Hér. Og hvað er verkefnið? Það er að leggja þá saman, þannig út komi vígurinn B. Hann er 2 til hægri, ekkert upp. Og hér segir bara, til að ég fyndu ykkur að tölu, þannig að margfaldir þennan, svo þar við tóið þennan og svo þurfum við að reyna að hitta í B og margfalda þá seinni vígurinn með einhver annari tölu. Og ef ég nú teikna þetta almennilega, þá þarf ég að reyna að finna x1 og x2 og þannig komi út 2,0. En að því að þetta er alveg sami hluturinn, það er bara verið að horfa á hann annan hátt, þá vitum við svarið. X verður að vera 1 og y verður að vera 1, það er að segja x1 verður að vera 1 og x2 verður að vera 1. Ef við prófum þetta nú bara. 1, 1, 1 svoleiðis stykki, þá ekkert að toga í hann og 1 mínus 1, einu sinni hann. Og svo notum við bara vélreglur, einu sinni 1 er 1, pluss einu sinni 1, hér, þetta verður þá 2. Og svo tökum við neðri vítina, einu sinni 1 er 1, pluss mínus 1, 1 mínus 1 er 0. Þannig að hér myndum við segja lausna vígurinn, sem að hefur liðina x1 og x2, það er bara 1 og 1, þessar tölur sem við sjáum hér. Þetta er þess að myndin sem var dregin upp. Við vorum að leita að þessari summu og það vildi svo til að þetta var mjög þægilegt. Hérna, heyrðu ég vel? Já. Já, ég var að spá, þú veist, en ef við vitum ekkert x-in, eða þú veist, stöðlarna sem standaði við hana. Þá þurfum við að finna okkur einhverja fína aðferði til þess að finna þá. Já, nú skoðum við hana. Nú viljum við einmitt, ef þetta væri ekki svona auðvelt. Eins og í þessu dæmi. Við getum alltaf farið báða þessar leiðir. Við viljum víkja frá þessari hérna leið að við fáum ekki öflugri tæki í gegnum línulega algebru. Þetta væri ekki svona auðvelt. Segjum bara, við séum með x1 og a1 og x2 og a2 og b. Nú er þetta bara hvað sem er, almennt. Hvernig get ég til dæmis bara fundið x1, við verðum að muna þetta í tvívídd, það skiptir máli. Hvernig get ég, segjum bara eitt þessum, hvernig get ég eitt þessum einhvern veginn, þannig ég geti einangrað þennan. Og þar koma þvervíðarnir okkar til sögu. Það er bæði hægt að gera þetta með ákveðum og með debifeldi. Við skulum skoða eina leið. Hugmyndin er einhvern veginn svo, við viljum búa til formúlu. Eða höfum við ekki einhver tæki sem að gera okkur kleift að eyða vígurum? Er eitthvað með hugmynd? Við getum margfaldað með sjálfum sér, eða þú veist. Þvervíðurinn. Já. Eða krossfalda með sjálfum sér. Já, krossfalda með sjálfum sér. Það var rétt. Og allt í lagi. Við skulum gera það þá bara. Þess að það er alveg jafngild hugmynd að þetta er með jöfnu. Hvað eyðir A1? Í tvívídd getum við, alveg eins og í þrívídd, það getum við krossfaldað. Og þá verðum við líka að gera það saman hér. Allt í lagi krossfaldum. Það skulum bara gera það. En nú er ég þá reyndar að finna A2. Ég ætla að finna A1, þannig ég ætla að hafa þetta A2. Ég ætla að eyða A2 með krossfeldi. Þetta er línulega aðgerð, ég krossfalda hér og krossfalda hér. Gamla góða dreifreglan. Tek tölu út fyrir krossfeldi. Þá get ég skrifað A2 krossað við A1
Svona. Ég hef bara svígan. Svo ruglansíður. A2. Þá segjum við A2. Krossað við A2. Og svo þetta bara eitthvað sem að breytist ekki. Við þurfum bara einfalda. En hér formúlan komin vegna þess að ef maður krossfaldar vígur við sjálfan sig, ég bara minna á að það ekki allir sem nota kross ef það tvívídd. Ég geri það, algjör óþarf að nota ekki svona gott táknmál. Ég bara gæti að því, tek bara vara fyrir því þegar að lesa bækur og krossin oft bara fráteki fyrir þrívíddina og ég skil ekki alveg af hverju. Þetta 0. Þá þetta komið vegna þess að þetta hér A2, þá að þetta vígurinn A2, þá myndum við kannski segja, já, þetta A2-1 og þetta A2-2, að því þeir heita báðir A og þetta væri A1-1 og A1-2, bara númerið einhvern veginn. Hér myndum við fá einhverja tölu bara og hérna við með A2-1, þess að vígur númer 2, liður 1. Og hér við með A2-vígurinn, liður númer 2. En hér kemur alltaf það sama, A2-1, A2-2. Og hér á að standa, sleppum við að skrifa det. Og þetta hérna táknmál stundum notaðist það fyrir det, en ekki fylgja. Svona, annarkvort skrifum við determinant af fylki eða við skrifum þetta styttra form. Og hægri hliðin, hún orðin A2, 1 og A2, og B1, það bara 1B, þannig við getum kallað hann bara B1 og B2 liði hans og þetta líka ákvæmt. Og það sem þetta hér 0, aðeins fallegri slöfu, þá sjáum við bara að X1 komið með formúlu. Já, ég var að taka krossin, sína bara tölurnar. Það væri þá A2-1, B2 mínus A2-2, B1 deilt með þessu. Þetta líka bara að tala. A2-1, A1-2. Svona. Og mínus þessi. Mínus A2-2, A1-1. Og í dæminu okkar hérna undan, ef við höfum ekki séð þetta, þá getum við notað þessar tölur. Það kannski að þau svo litin. Hérna sjáum við, þetta A2-1 og þetta A2-2. Þetta B1 og þetta B2. Þannig að við setjum A2-1 inn, þá það 1, þessi hérna. Og B2 þessi hér. Sem 0. Og mínus í formúlunni sem við vorum að búa til. Og A2, það A2-vígurinn. Og þessi 2 hérna, seinni liðurinn, þá setjum við mínus 1. Og fyrri liður B-sins, það 2. Það bara aðtók hvort að formúlun okkar gangi ekki ákvöldu. Og svo fáum við hér aftur A2-1, þannig við sjáum þess að birtast hérna aftur 1 og mínus 1, nema að nú eigum við að nota þennan. A1 nummer 2, það 1 og A1 nummer 1 1. Það svona sama talan. Og þetta verður þá hvað? Hérna fáum við mínus mínus sem pluss, bara 0 hér. Við fáum 2 í teljara og í nefnara fáum við 1 mínus mínus pluss, það líka deilt með 2, þetta passar. Þannig við sjáum að þetta ákveðlega þægilega aðferð þess að forrita. Þannig að formúlan fyrir tvívídd til þess að finna þægilegast að horfa bara á það svona og stinga síðan inn tölunum. Til þess að finna x1 þá tökum við A2 og krossum við útkomuvegurinn sem hægra megin og deilum með A2. Þannig að x1 verður í svona kerfi.
og horfum bara á þetta. A2 vígurinn, krossaðu við hægri hliðina, á móti, A2 vígurinn, krossaðu við A1 vígurinn. Og með nákvæmlega sömu aðferð getum við fundið formúlu fyrir x2. Þannig við sjáum að ákveðurnar í tvívítt eru mjög þægilegar. Það gefur okkur formúlu beint. Og við erum ekkert lengi að smíða okkur formúlu fyrir x2. Ef ég leyfi mig bara að, þegar við tökum þetta upp, þá ætlum ég bara að stróka út. Þetta er töfran okkar. Og við erum búin að reikna, komið í kollinn. Og átt okkur á hugmyndinni og svo viljum við alltaf stækka hana svo litið, þessa hugmynd. En nokkuð annað að gera heldur en að breyta þessu hér. Já, hvað myndum við gera? Þess að reyna að ná í x hérna 2. Ekki nóg að breyta þessu bara. Hvað segir þið um að eyða þessum núna? Það er ekki bara að nota A1. Ef maður krossar A1 við sjálfan sig þá hverfur hann. Eða verður 0. Og þá krossum við líka A1 hér. Og svo margföldum upp á svigum eða krossföldum upp á svigum. Þá verður þessi 0. A1 kross A1 verður 0. Og þá sjáum við þessa þægilegu reglu að x2 tökum hann út fyrir. Og við krossuðum, nú þurfum bara að passa röðina. Þessi er vinstra megin, þessi er hægra megin. A1 kross A2 verður A1 kross B. Og þetta eru bara tölur af því að við erum í tvívídd. Þá fáum við x2 er A1 kross B og A1. Og það er akkurat niðurstaðan sem við vildum fá. Þannig að við komum með svona formúlur. Og hér blasir þá við þægileg minnisregla. Hérna er 1 og hérna er 1. Hún er hérna neðstur. Og hérna er þá hinn. Hann kemur hér. Ef við erum með hina töluna, 2. Þá erum við 2 hér. Við nefnar á. Það er með við og svo höfum við 1 hér. Ef við viljum að nefnararnir nýti nákvæmlega eins út, það er ástæðan fyrir plús og mínusum í sumum ákveðuformúlum. Þá athugum við það að ef við tökum vígur A og krossum hann við vígur B, ef við snúum röðinni við, þá fáum við mínus B kross A. Þannig ef við viljum skrifa þetta þannig, svona, kannski x1, x2, setja svarið upp sem vígur, taka síðan sameiginlega þætti út fyrir sviga, þá getur það til dæmis verið 1 á móti A1, sem A2 kross A1, hvað er eftir inn í virinum? Það eru bara teljararnir, A2 kross B, A2 kross B og hér A1 kross B, en nú er þetta mínus að því við snýrum þessum við til þess að taka út eitthvað sameiginlegt. Svo við kjósa að gera þetta svona. Þetta skiptir rauninni engu sérstöku máli. A1 kross B. Svona. Bótturinn er bara sá þegar við erum búin að finna x1 og x2, þá getur alveg að því upp í vígur ef við viljum. En þetta er alls ekkert nauðsynlegt. Það var bara að skrifa inn alla þessa tölu hér og alla þessa tölu hér. Hugmyndin er sem sagt sú að við getum orðið 1 vikurum sem hjálpar okkur til þess að leysa jöfnur og mikið fljótari og hraðvirkari hátt. Þetta getum við ekki gert í venjulegri margföldun. Við getum aldrei
eitt tölu, þetta verður nú bara tölur. Talan A1, ekki vígur. Hér var A1 margfaldað með einhverju tölu og hér var einhver önnur tala, x, A2 og margfaldað með tölu. Þetta verður bara tölur, það er punkturinn, x1 plus A2, x2, jafnt einhverju tölur. Eina leiðin til þess að eyða einhverju svona beint, þá bara 0, það er margfaldað með 0 en þá eyðileggjum við alla jöfnur. Svoleiðis að við erum komið með nýja græju þegar við förum í vigrana sem við höfum ekki haft áður. Með krossfeldinu og debilfeldinu. Þannig að þetta er býsna öflugt. Þá sækjum okkur bara nokkrar skilgreiningar. Eins og vigurinn hérna áðan, 2,0, það var bara hægri hlið afvírajöfnu sem að lítur svona út. Og svo höfum við hana A1. Sveinur? Já. Ég lofa að potið þegar kemur pása. Er komið pása? Það ekki? Jú. Þá tökum við smá pásu. Takk fyrir. Já. Þá er allir búin að sækja sér kaffi. Svo er þetta orðfæri sem er bara notað. Að við höfum 2 vigra og við erum að leita einhverjum tölum. Stundum kallaðir frjálsar breytur. Þangað til við fundið þær. Við erum að finna tölurnar sem við notum til þess að skala tilvigrana A1 þannig að útkomi B eins og í þessu þægilega dæmi okkar áðan. Og hérna er sama dæmið og vorum með nema að við vitum að svarið er 1 og 1 og við erum bara að aðtúa hvort það passi. Og þetta passar. Og við segjum þetta sé lausna vígurinn. Ef við notum vigraðaferðina eða vinnum í vigurúminu en þegar við erum bara í venjulegu réttindun hitakerfi þá litum við þetta sem skurðtekja lína. Og hérna getum við skoðað hvernig hægt að gera þetta með debilfeldi. En þá notum við þvervígur að A1 hann stendur þver á A1 og A2 þver stendur þver á A2 þver og þá bara deplum við inn. Og þetta er skilgreint þannig að debilfeldi vígra sem eru innbyrðis hornréttir, debilfeldi þeirra verður 0. Og til þess að sjá að þetta hérna verður 0, þá eru millireikningar hérna. Bara fyrir þetta hér, sýndir hérna. Við debilfeldum þetta við og tökum við debilinn, mínus 1 sinnum 1 pluss 1 sinnum 1 sem er 0, sem gefur okkur kostaði að finna x2 og nákvæmlega sömu aðferð. Og hér er þessi formúla búin til sem ég sýndi á blaðinu. Og þessi 2 vígrar sem vorum að nota, A1 og A2, ef þeir eru ekki samsíða, þá getum við alltaf fundið hver skörunin er með þessum formúlum. Og svo er hérna sýnidæmi, en ég ætla að gera eitt áður en ég fer í sýnidæmið. Mig langar að vekja hugmyndin hvernig þetta er gert í þrívídd.
Við einbytta okkur á tvívídd og þrívídd. Og þá þurfum við tvær reglur. Við erum búin að skoða þær báðar. Nú skulum við hafa þrívídd. Þá erum við með þrjávíra, A1, A2 og A3. Fyrst ætla ég að gera þetta bara almennt. Og við þurfum að skala, ég ætla að setja núna bara stuðlana hérna við, x1, x2, x3. Og við þurfum að finna x1, x2, x3 og þannig útkomi B. Og myndin sem við ættum að vera farin að fá í kollinn ætti þá að vera einhvern veginn svona. Hér höfum við eitthvað undirliggjandi þrívídd hnitakerfi. Svona. Og kannski liggjar einhvern veginn svona. Hér er einn. Og hérna kannski einhver annar. A2 og svo þriðji. Hérna. A3. Og sem að B sé hér. Það er grænt. Og á nákvæmlega sama hátt þá eigum við að reyna að toga í þessa þrjávíra með einhverjum tölum. Þannig að summa þeirra hitti akkúrat í B. Og þetta er nú einhvern veginn aldrei auðvelt í þremur víddum en kannski getum við kannski þurfum við að lengja þennan svona eins og hingað. Og svo tökum við þennan og bætum við þar. Tökum A3 og lengjum kannski svona eins og hingað. Þessi hérna verður eitthvað tala sem er margfald við A1 og hér er eitthvað önnur tala sem er notum við þess að skala til A3 og svo er hérna svona getum við fundið einhverju tölu sem að við notum þess að skala til A2. Þessi er A2. Þannig að þessi summa hitti akkúrat í B. Við þurfum að finna þessar tölur. Og það er mikil vinna ef maður hefur ekki einhverja aðferð og við lærum síðan Gauss-eyðingu því við notum hana víðar annars staðar. En við eigum tvær mjög góða reglur. Hún er sú að vígur sem að maður krossar við sjálfan sig gefur 0 vígurinn. 0, 0, 0 í þremur víddum. En við viljum fá tölur og 2 að vígur debirfaldaður við vígur er tala. Þannig að hugmyndin gæti verið að ef við viljum til dæmis reyna að finna eða ná í x3 sem bara þessi fyrsta verkefni við getum síðan fundið x2 og x1 með sömu aðferð ef okkur dettur eitthvað gott í hug. Að þá notum við það sem við sögðum líka í síðasta fyrirlestri að gott og vel A1 eða segjum bara þessi AK, K er þá 1, 2 eða 3 í þessu tilviki. En AK sem er einn af þessum, 1, 2 og 3
krossað við AJ, J er líka 1, 2 og 3, og ef að J er ekki sama á K, ef K er 1 og J er 3 og þeir eru ekki samsíða, þá er þetta ekki núlvígurinn. En þetta er einhver þrívíður vígur. Hann stendur hornréttur á það sem við fundum út síðast. Að þessi hérna vígur, hann stendur þvert á báða. Hann stendur hornréttur á AK og líka á AJ. Þannig ef maður svona sperrir fingurna, kannski horfir á vísifingurinn, bendir á vinstri öxl og segjum bara það sé AK og vísifingur, hann má ekki liggja eins og, eða langatöng má ekki liggja eins og vísifingur, nema hvað að þessi tveir byrjar mynda eitthvað svona flöt. Þetta er til dæmis A1, eins og sem ekki hvernig það liggur, við bara gerum þetta almennt og hér er A2. Ef þeir liggja svona í planinu, A2, þá kemur krossvígurinn hér upp úr því. Kemur svona upp úr planinu. Og ef ég farið í náttina þá er það farið niður úr þessu blaði. Við vitum þetta. Þetta er það sem við skoðum síðast. Getum við notað þessar 3 reglur til þess að finna x3 til dæmis. Og þetta er mjög voða gaman ef ykkur væri með hugmyndum hvernig við getum einhvern veginn eitt hinn, svona svipað og áðan. Getum við krossað til dæmis til að byrja með einhverjum vigri hér í gegn. Þannig að þessi hverfi er eitthvað með hugmynd. Segjum við viljum eyða þessum. Hvernig látum hann hverfa? Einhver? Við skulum krossa hvern einasta lið með A2 til þess. Færum þennan og móti smá pláss og þennan aðeins nær. Svona. Hvað gerist ef að ég set A2 allstaðar? Hvað gerist? Ég fæ 0. Já, endilega svara. Nei, ég ætlaði bara að segja nákvæmlega það, sko. Já, takk. Endilega svara. Það er svo, maður saknaði stundum þegar maður hafi ekki skólastofuna, sko. Það er svo auðvelt að tala saman. Já, Endilega. En þessi verður 0. Flott, hann er farinn. Þá skulum bara skrifa jöfnun upp aftur. Það var ekkert merkilegt við að eyða þessum. Við erum bara að reyna átt okkur á einhverju leið til þess að gera hlutina þægilega. Alltaf skrifum það upp aftur, það sem við vorum með. Nú erum við með x1, svo erum við með a1, kross a2. Þetta er bara 0-vígurinn. Hann hefur 3 liði, 0, 0, 0. En við erum að leggja saman 3 vígu þannig hann hefur ekkert fram. Þannig að hann, leggjum hann bara við þennan. Þannig að við getum skrifað bara x3 og svo hefur við hérna a3 kross a2 og svo hægri hliðin
aðeins að færa þetta til. Og svo hægri hliðin, þetta bara svona eitthvað sem maður krotar hjá sér. Áður maður reynir að setja hlutina snyrtilega upp, A2. Þetta nú strax orðin hugguleg jafna, x2 allavega farin. Þá vantar okkur bara eina hugmynd og hún stendur á töflunni. Hvernig losnum við þennan? Getum við gert þetta aftur, eða? Við getum það ekki. Jú, sko, en við viljum, við erum búin að krossa einu sinni og nú erum við með vigra. Þetta er vigur, þetta er vigur, þetta er vigur, allt þrívíði vigrar. Við viljum núna fá tölur. Hvernig getum við breytt vigurum í tölur? Það er næsta. Með debilfeldi? Með debilfeldin. Flottir. Glæsilegt. Það var alveg að koma. Þetta er allt vigrar. Við viljum breyta þeim í tölur. Þá þurfum við að depla. Hvað er snjallt að gera til þess að eyða þessu? Með hverju á að depla við þennan til þess að hverfi? Þannig að útkomi 0. Þá þýddi þessi hérna regla, sjáu þið, þetta hérna þýðir nákvæmlega sama og ef að AK, ef hann er deplaður við AK kross AJ og þetta verður 0. Þeir eru innbyrðis holdréttir. Ef við höfum 2 vigra sem við deplum saman, út kemur 0, þá eru þeir innbyrðis holdréttir. Þannig hvað er snjallt að gera til þess að eyða þessum en ekki þessum? Ef ég depla í gegn með A1, þetta x er bara tala sem að fara hérna út fyrir, ég depla hér með A1, þessi hér er þverstæður, hann er hoddréttur á A1 og A2, það er regla sem við fengum síðast og þetta er síðan að sanna heima. Þannig ef ég tek debilfeldi, sem er kannski hérna megin, debilfeldi er víxlið, þá er þetta allt 0. En yrði þetta 0 ef ég depla alls það með A1? Yrði þetta 0? Ekki ef að A1 var upprunalega ekki samsíða þessu. Þannig þetta myndi ganga. En ef ég myndi depla með A2 hér, þá er þetta líka 0. Samkvæmt þessari reglu hér. Og ég depla hér með A2 og hér með A2. Af hverju er það ekki af góð hugmynd? Það er eins og margfaldið gegn með 0. Þá er þessi 0, þessi verður 0 af því að A2 er hér. A3 kross A2 er hoddréttur á A2 og B kross A2 er hoddréttur á A2 samkvæmt þessari hérna reglu. Það fáum við 0, 0, 0. Þannig að það rétta að gera er að depla með, við depla hér með A1, depla hér með A1 og depla hér með A1. Þá segir þessi er hoddréttur á þennan. Þeir liggja á einhverjum fleti í rúminu, maður er einhvern veginn að sjá fyrir sér, já, flatt blað eða flöt í rúminu og þessi hér eru hoddréttir á því blaði, á þeirri sléttu. En þetta er ekki 0.
og þetta ekki 0. Þá er það komið. Þetta orðið að tölu, að því að hér vorum við vígur, deplaði við vígur, hér erum við vígur, deplaði við vígur, þannig komum við tölu og tölu. Þá getum við deilt, bara með venjulegri stærðfræði. Ef við gerum þetta, þá fáum við 0 hér. Það var gott. x1 sinnum 0 pluss x3. Svo hérna bara. Þetta vígur. Þetta þrívídd. Og hér vígur. Hér höfum við vígur og hér höfum við vígur. Þegar við deplum saman 2 vígur þá fáum við tölu. Þess vegna gott að hafa þetta saman. Krossfeldið og debilfeldið. Þannig að hér erum við komið með B kross A2. Ég vil að setja svíga. Þess að muni eftir því að þessi óröfulegu hluti. Þetta 1 vígur og svo depla ég A1 við. Þá er formúlan komin. X3 B kross A2 deplað við A1. Ég má líka hafa A1 hérna megin. Af því að debilfeldið víxlið. Deilt með A3 kross A2 vígur deplað við vígur og þessi formúla gefur mér nákvæmlega þessa hérna tölu og ég hvet ykkur til þess að prófa að smíða formúlur fyrir x2 og x1 bara að rissa þetta upp á blað fá tilfinninguna fyrir þessu og prófa svo setja tölur. Þetta gerum við það setja í námskeiðinu. En svo er þessi stórmerkilega regla að við getum raðað þessu upp eins og við viljum. Við mögum fara þennan hingað. Kannski við gerum það. Við megum náttúrulega ef við viljum, þetta komið. Ég hef alveg sagt það. En stundum viljum við vera með einhvern nefnarnalla á eins og formið. Þau eru búin að finna x1 og x2. Við mögum skrifa þetta sem Ef við setja A1 hérna, deplað við B kross A2 og hérna erum við með A1 deplað við A3 kross A2. Og hér megum við, eins og við sögðum áðan, við megum krossa þessa 2 saman og færa þennan þá hingað. Við höfðum nefnilega þessa hérna merkilegu reglu. Alltaf þegar við höfum einhverja 3 vígra, 2 krossaði saman, og 3. deplaði við, þá getum við tekið þennan hér og ýtt A1 inn í krossin. Þetta verður nákvæmlega sama. Eða tekið B hér framfyrir og ýtt C inn í krossin við A. A deplaði B krossi, sama og C krossaði A kross B og B deplaði C kross A. Þetta skiptir okkur máli þegar við förum að reikna ákveður. Þrívíðrafylgja. En þá sjáum við líka af hverju sumir vilja hafa plúsa og mínusa í formúlunum sem vorum að skoða síðast. Og skoðum hérna áman líka. Ég veit ekki hvort fólki finnist þetta flókið. Kannski það svona þegar mann kynnast þessu fyrst, en þetta byggir allt á þessum reglum að ef við krossum vígur í saman sig, þá fáum við út 0, 0, 0. Við erum að tala þrívídd. Ef við deplum 2 vígra saman í þrívíddinni, eða hvaða vídd sem reyndar, þá fáum við alltaf tölu. Það er gott. Þannig breytum við vígurum í tölur. Ef við höfum 2 vígra sem að liggja ekki samsíða, ef við liggja samsíða þá kemur bara 0 vígurinn út.
þá verður krossvíkurinn þver á þennan, en það eru líka þver á hinn, bara eðlilegum samhverfu ástæðum. Þver á það báða. Það gefur okkur, hérna er vígur og hér er vígur sem er þver á hann, þá er innfeldið þeirra 0. Tveir vígrar sem eru innbyrðis hornréttir, depurfeldið er alltaf 0. 90 gráðu horn á milli þeirra. Við höfum vígur, köllum hún eitthvað annað, vaf, deplað við eitthvað annan vígur vaf. Þetta er nefnilega svolítið góð regla, að þetta er lengd vígranna sinnum kósinus af horninu á milli þeirra. Ég ætti að skrifa horninu á milli vígranna. Hérna. Og ef það er 90 gráðu horn á milli þeirra, þá var kósinus að 90 gráðu með 0. Þetta dettur bara út með því að horfa til dæmis á þess að hérna, númer 11. Ef hornið á milli tveggja vígra er 90 gráður, kósinus af 90 er 0. Allt í lagi. Pálur er svona kominn af stað og aftur hvetið ykkur til þess að gera þetta fyrir x1 og x3, x1 og x2, við fundum bara x3. Við sjáum að þeir eru nákvæmlega svo saman. Við skulum það að skoða þetta bara. Hérna erum við með einhverja 2 vígra, A1, A2. Og hérna eru liðir A1 og hérna eru liðir A2. Það eru bara 2 línur og ef það liggja ekki í samsíða þá skerast þær. Þetta skoðum við með Evklíð. Það geta verið samsíða á 2 vegu, það geta legið saman, þá eru óendanlega margar lausnir. Liggja það svona ofan í hvor annarri. Eða það eru samsíða og skerast hvergi. Það er engir skurðpunktur. En svo náttúrulega pröfum þess að 3 möguleika. Og af því að það er ekki til neinar íslenskar kennslubækur um lína algebru, þá er þetta oft sett upp svona. Þetta er kallað lína, þetta er náttúrulega bara jafna. Þetta er kallað línur, helst ekki raðir og þetta eru kallaðar dálkar. Og hvað vorum við að gera áðan? Við tókum þessar hérna tölur sem standa við þennan skalara og skrifum bara upp sem vígur. Og svo tókum við þessar hérna tölur sem standa við x2 og settum upp í vígur. Og hægri hliðarnar tókum við og settum í vígur. Og stöðlarnir eru á forminu JK, það eru bara talningar. Hér er J 1 og K 1, hér er J 1 og K 2. Og þannig að við erum komið með 1 jafnaðarmerki, við erum bara með 1 jöfnu. Og svo bara rifjum við upp. Þetta er línuleg samantekt af þessum 2 vígrum. Þess að við ætlum að toga í þá einhvern veginn. Þess að reyna að fá út B. Og hérna er ég bara að endurtaka það sem við vorum að gera á blaðinu. Og hér höfum við þá bara reglu sem er mjög auðvelt að smíða fyrir tvívítina. Og nú skulum við gera þetta. Nú skulum við líta á 2 línur og nota eyðingaraðferð sem við kunnum. Svo skulum við prófa þessa reglu með bara aðeins öðru dæmi.
Evklíð, hann kenndi okkur þetta. Við þurfum einhvern veginn að sigta út þægilega punkta. Ég þarf bara 2 punkta til þess að ákvarða línu. Ég ætla að smíða þessa hérna línu fyrst. Og ef ég vel bara x samt og 1 hérna, þá get ég sett 2 hérna hægra megin, þá er komið 3x2 jafnt og 6 og þá hlýtur x2 að vera 2. Þá er ég komið með punktinn 1,2. Valdi 1 og fékk 2. Þá vantar mig annan punkt og þá reynum við að velja eitthvað huggulegt og það er alltaf gott að velja 0. Og ef x2 er 0, það er í ásinn og þá fæ ég x1 mínus 2. Þessi er 0 eða ekki, bara farin, held bara fyrir. Þá sé ég x1 þarf að vera mínus 2, mínus 2 er 4. Passar, þá er komið 2 punkta og þá er þetta komið. Ég get dregið línu. Og svo nákvæmlega eins með hinn. Ég get að þreyta ykkur á því. Getur engu máli hvaða punkta þið veljið. En núna ætlum við að reyna að finna þennan punkt hér. Skurðpunktlínuna. Og mér finnst oft ágætt að reyna að giska fyrst, því að þá sé ég hvort að svarið mitt er líklegt. Þetta er svona bara að hugsa þetta. Kannski er x1 hnitið, 0,1, þannig eitthvað lítið allavega. Og í hnitið er 1, eitthvað, kannski 1,3, 1,4. En svo bara gömlu góða aðferðinni sem við höfum öll lært. Að það er að leysa jöfnurnar saman, eyðum þá einhvern veginn annar línunni, þá þurfum við að losa okkur til dæmis við x1. Þá sjáum við það er svolítið snjallt. Kannski margfalda hér með 3 og þessa hérna með mínus 2. Við sjáum þessa tölu náttúrulega hér. Risturinn er hingað og mínus 2 hér. En þá fæ ég mínus x1, 6 x1, 9x2 og 12 hér. Hérna fæ ég mínus 6 x1, mínus 10 x2 og svo mínus 14. Og þá má ég leggja saman lóðrétt. Segjum bara þessi mínus þessi gefur 0. Þessi mínus þessi gefur mér 19 og þessi mínus þessi gefur 26. Þá get ég fundið hvað x2 er. 26 á móti 19. Og 26 á móti 19, já, þetta er svona 1,36. Allt til að ég matlab gefur, ef maður er ekkert að fiktir sniðmátinu, þá gefur manni sjálfkrafa 4 aukastafi. Nota það bara. Og svo getum við bara stungið því aftur inn. Segjum bara í línu 1. Setjum x2 jafnt og 26 á móti 19 til dæmis hér inn. Þá getum við fundið hvað x1 er. Hérna, 0,05. Allt í lagi. Og svo ef við notum formúlunar okkar þá svo vorum að búa til, þá dettur þetta út. Og við gerum það á eftir. En nú ætlum við að kynnast Gauss-eyðingu. Og Gauss-eyðingaskrefin, við byrjum á því fyrir 2 jöfnur og 2 óþurrastærðir. Og það er eyðingaraðferðin sem er að baki Gauss-eyðingu. En Gauss-eyðing á yfirleitt við fylki. Það er sérstök gerð af eyðingu. Elimination. Og ef við hérna ákveðum að skrifa upp stuðran okkar svona í fylki og segjum allt í lagi, það má ekki víxla á dálkunum. Það kemur í ljós af hverju það er. En við ákveðum að víxla ekki á dálkunum,
þá þurfum við ekki að gera þetta svona með x1 og x2. Við þurfum ekki að hafa það með, því það eru bara stöðlarnir hér sem skipta máli. Sem sagt, hér er x1 og hér er x2 undirliggjandi. Sjáum það hér. Nú viljum við þetta hérna þýði þetta. Og ef við byrjum á Gauss-eyðingarreglum fyrir aukin fylki, þetta hér er bara kallað aukið fylki, og jafnaðarmerki bara skrifa svona og hér er 4 og 7. Og þetta eru bara 3 reglur. Það er alltaf að víxla á línum, alveg á sama hátt og ef ég hefði nú að leysa þetta áðan. Ég hefði getað skrifað línu 2 fyrir ofan og línu 1 fyrir neðan. Það breytir ekki útkomunni. Og ég má margfalda í gegnum jöfnu með tölu. Bara, það má ekki vera 0, eins og við gerum hérna áðan. Ég má margfalda í gegnum jöfnu með tölu. Það var alls ekki 0, þá eyðilegg ég allt. Og hvað? Leggja línu við línu með lóðri fyrir samlagningu og mynda nýja línu. Það er ekki nákvæmlega það sem við vorum að gera hérna. Við mynduðum nýja línu sem var miklu einfaldari, nýja jöfnu. Hér var búið að eyða út x1 og við gátum að fundið x2. 1 jafna 1 óþekkt stærð. En það er hugmyndin á bak við allt saman að reyna að enda með eina jöfnu eða eina línu þar sem þetta er 0. Og þetta er einhvern veginn náttúrulegt. Þetta er bara það sem við höfum lært með venjulegri eyðingaraðferð að megi gera. Og þetta er ofta ágætt. Nú er ég bara búin að taka þessa jöfnur, stilla þeim upp og mér þykir þægilegt að hafa 1 hér og 1 hér. Þannig að hér má ég bara deila í gegn með -2 og hér má ég deila í gegn með 3. Það er bara það sem að gerist hér og maður segir frá því svona. Þegar við deili í gegn með -0,5, þá verður það ný efsta lína. Við deili hér í gegn með 3, þá verður það ný önnur lína. Og nú er svo auðvelt að draga frá. Ég segi mínus þessi plús þessi gefur 0. Mínus þessi, sem verður þá plústala, plús þessi, og svo getur maður að skrifa hjá sér 3 aðrir plús 5 þriðju, þá fáum við 19 sjöttu. Hérna fáum við þá plús, þegar ég sagði mínus fyrsta lína, plús önnur lína, skrifuð í aðra línu. Þá er ég með, þá þarf ég að horfa hérna, það er þá plús 2, plús 7 þriðju, það gefur mig 13 þriðju. Og þá er ég með 19 á móti 6, það var allt sinnum x2. x2 er alltaf hér. Það er 13 þriðju. Nefnilega þegar þetta er komið þetta hérna form, þá er ágætt að maður æfa sig að skrifa út hvað þetta hérna þýðir. Þetta þýðir 0 sinnum x1 plús 1 sinni x2. En svarið er það komið. Og nú er auðvelt með endurinnsetningu að setja þetta bara hér inn. Þannig þetta er svona fyrstu kynni af Gauss-eyðingu. Vonandi hafið þið séð þetta áður, sem ykkar. Og því verði ekki að búa til bara annan fyrirlestur. En við skulum taka nákvæmlega þetta sama með vígraðaferðinni. Þá skrifa ég þetta hér, stöðlarna sem vígur. Og ég skrifa þetta hér,
sem vígur og þetta hér sem vígur á þessu formi hérna. Og ég teikna það upp, þá þetta A1, 2 til vinstri, 3 upp og A2 3 til hægri, 5 upp, en B-ið 4 til hægri, 7 upp. Og nú á ég að toga í þennan og skalarinn x2 og leggja þennan síðan við. Það bara pínlítill bútur af þessum hérna sem að leggst við hérna. Og við vitum svarið, þetta var, ég átti að margfalda þennan með 1,3 eitthvað. Svo átti ég bara að taka 1/20 af þessum og leggja hérna við. Og nú set ég bara inn í formúlunar, nota bara ákveður. x1. Þá tek ég A2 sem var 3, 5 og ég set hann hér og ég skrifa hann yfirleitt bara beint á 2 stöðum, hér og hér. B-ið kemur hér uppi og A1 sjálfur hér niðri. Og svo bara að reikna. Og þá fæ ég beint 1/19. Þannig að bara taka 1/19 af þessari lengd, styttan allmikið. x2, til að ég með x2, þá tek ég vígurinn sem merkingu 1, það A1. Ég skrifa hann strax inn á 2 stöðum, hér og hér. Tek útkomuvígurinn hérna upp í horninu og A2 hérna og svo bara að reikna. Þannig ég fæ svarið beint. Og svo vil ég náttúrulega aðtöku hvort þetta sé rétt. Hér x2 sem A1, hér x1 sem A1 pluss x2 sem A2 og það verður að koma út 4/7. Og svo reiknist þetta bara sjálf á sér. Og séu við að lausna vígurinn. Ég má taka 19 út fyrir vígur af því að það sameiginlegur þáttur. Það það þessi hérna að tala. Ætli ég búi þá ekki til bara annan fyrirlestur í dag. Ég eyddi svolítið miklu tími í þetta. En ég held að öll aðalatriðin séu komin. Eina sem við þurfum að gæta okkur á að alltaf hérna ætlum við bara að æfa okkur og þetta skipun sem þið lærið í matlarnámskeiðinu, gagnvirka. En það ekkert gaman að slá bara inn einhverjum skipunum en maður veit í fara baki og við veitum það núna hvernig hún forritið. Og hér bara kóði sem í gagnvirkanámskeiðinu, svona ráleikur nokkur að teikna, mynda 3 sléttum. Þetta 1 slétta, önnur og svo 3, skerast þær í þrívídinni. Og Matlab teiknar þessa fínu mynd hér, það skerast hérna í þessum rauða punkti. Og þið ætlið bara að endurtaka þetta sýnidæmi með aðeins öðrum dæmum, bara til þess að æfa okkur á þessum hlutum. Auðvitað þetta þægilegt þegar við förum að vinna í alvörunni að kunna flýtiskipanir. Og síðan ætlum við að förum inn gegnum þetta á 7. sekúndu. Nú erum við með 3 sléttur. Það einhvern veginn, þetta ekki þessar, en þeir liggja einhvern veginn svona í þrívíðu rúmi. Og við athuga hvort það skerist. Og nú þurfum við að einhvern veginn að bæta aðeins við það sem við vorum með áðan. Við vorum með gáseðingaskrefin, en við þurfum líka að einhvern kerfi. Og kerfið alltaf, og það verður eiginlega að vera þannig að maður velur eina af línunum. Það skiptir engu máli hverja. Og umröðum þeim þannig að við höfum sem þægilegasta línu efsta. Og það sem að það stendur 1 hérna við þessa, þá myndi ég í þessu tilviki hafa þessa efsta og kannski þessa. Þetta kannski bara ágætur röð.
En hugmyndin að eyða markvisst. Þá eyðum við þessum stökum frá einni línu sem var valin til þess. Þannig að við getum eytt þessu með nákvæmlega sömu aðferð á það. Þá notum við Gauss-eyðingarskrifin. Þegar við erum búin að eyða þessum hér, þá erum við nefnilega komin með miklu minna kerfi. Þá getum við bara einbeitt okkur að, við vorum áðan með 3 jöfnur, 3 breytur. Núna erum við bara með 2 jöfnur og 2 breytur. Þá eyðum við þessari. Við getum líka í þessari ef við viljum til að enda nóg. Og þá endum við með eina jöfnu og eina breytu sem getur síðan fundið með nákvæmlega sömu aðferð á hann. Og almennt hefur við með mjög stór kerfi, n sinnum n. Einbeitum okkur bara því, jafn margar jöfnur og breytur. Að ef við gerum þetta svona með þessu reikniriti, að eyða undir fyrsta tálki, og þetta kallað vendistak. Haldið það síðan áfram eftir meginhornalínunni, og þetta kallað vendistak og eyða undir. Og þið sjáum það fyrir mjög stór kerfi, þá þetta reiknirit sem gengur upp. Þetta hefur verið 100 sinnum 100 jöfnur, 100 sinnum 100 jöfnur og 100 breytur 100 jöfnur, þá á endanum getum við fundið lausn eða í alvörunni ein lausn. En við vitum það síðan bara á tvívítinni að 2 línur þurfa ekki að skerast, það var engin lausn. Eða það eru óendanlega margar lausnir þegar línurnar leggjast saman. Þetta svona analóg í hærri vítum þegar 2 línur skerast í einum punkti þegar það er ekki sömu hallatölu. Og hér bara sýnidæmi, svo ég ætla að biðja ykkur bara að elta. Það er fínt að gera þetta bara á blaði. Það er alltaf á prófi, þá gerir þetta bara á blaði. Þá reynum við að hafa ekkert mjög erfiðar útkomur. Ekki eins og var þetta í vistadæminu og þegar þú að fá út eitthvað svona þægilegt eða eltið þetta. Þetta verður maður vist bara að gera. Og svo er þetta sem við vorum að gera hér á blaðinu áðan, að búa til formúlur. Og ef maður kann formúlunar, þá getur maður alltaf tékkað á því sem maður var að gera. Þá held ég, og svo er þetta gert hér í MATLAB. Við getum alltaf tékkað á svörunum sínum. Til dæmis í MATLAB eða nota backslash, nota eitthvað gott nafn á það. Þá skulum við segja þetta gott, komin hér að 8,8, þá sem að við gerum þetta aðeins, þá tek ég 8,8 næst, þá skulum við reyna að skýra út allt þetta torf. Þá kemur í ljós að þetta er nú ekki torf, það er bara að horfa á þetta réttum augum og fylgja margföldunin er nú ekki alveg ný fyrir ykkur. Er ykkur spurningar svona í lokin?